Komið sæl. Í síðasta myndbandi vorum við að fjalla vexti á innistæðu sem var inn í banka í mörg ár eða einhver sem eykst ákveðið mörg prósent í mörg ár í röð. Nú ætlum við að taka fyrir hvað gerist ef að við látum eitthvað vaxa í minna en 1 ár inn á bankabók. Eins og kom inn á síðast, þá eru vextir á bankareikningi ársvextir nema annað sé tekið fram. Þannig að ef ég legg peningin á bankabók með 9% vextum, þá hækkar á 9% eftir 1 ár. En hvað gerist ef ég tek út peningana fyrr? Nú, þá upphæðin bara inni á bankabókinni hluta af ári, til dæmis 2 mánuði. Og það sem ég get gert þá að finna vextina, hverjir myndu vextinni vera eftir 1 ár, og finn síðan bara hluta af því, það að segja 2/12. Ef þetta inni í 2 mánuði af 12. Svo það reynda líka þannig að maður tekur ekki alltaf bara peningan út mánaðamót, þannig að þetta hlaupi á heilum mánuðum. Og ef ég tek þetta út eftir kannski 163 daga, þá þarf ég að reikna hvað það stór hluti af 1 ári. Og reyndar það þannig að bankaárið 360 dagar, ekki 365, eins og hjá okkur hinnum, eða 366 eða hlaupár. Ástæðan líklega svo að í gamla daga, þegar að bankastarfsmenn gátu ekki verið með vasareikninga eða tölvur eða einhver svona þægindatól, þá voru bara að gera útreikninga þægilegri fyrir sig. Það var auðveldara að vinna með hver mánuður væri 30 dagar, sem svona næstu því rétt. Og síðan bara var þetta venju sem heldur sér enn í bankakerfinu. En til þess að finna ársvextina sem ég talaði um að þyrftum að finna vextina miðað við 1 ár, byrja á því, þá getum við notað prósentuþríðningin og vextirnir eru bara hluti af upphæðinni sem við leggjum inn. Þannig að við tökum inn heildina og margföldum prósentinni og þá ég ekki að nota breytiþáttinn. Við erum ekki að finna innistæðuna beint eftir 1 ár, ég ætla bara að finna vextina. Þannig ég myndi reikna þetta svona, 25.000, ef það upphæðin sem ég legg inn, og sinnum þá 0,09, og þá veit ég núna að á 1 ári myndi ég fá þetta í vexti af 25.000 krónu upphæð með 9% vöxtum. Þannig sem stendur hér, ég ætla að nota sem sagt prósentuna sjálfa í tögabroti, ekki breytiþáttinn. Þannig að í raun eru við að taka innistæðuna núna og margfalda með vaxta prósentunni, ekki breytiþætti. Og út frá þessu ætla ég að setja fram reglu sem gott fyrir ykkur að kunna. Og eins og ég sagði, annarkvort styðst maður við heila mánuði. Ef að banka innistæðan inn í 1 eða 2 eða 3 eða 4 mánuði, þá myndi ég nota þessa efri reglu. Ef hún hleypur á dagafjölda sem ekki heilir mánuðir, þá myndi ég nota neðri regluna. Þið sjá að það eiginlega alveg nákvæmlega eins. Nema í efri reglunni stendur mánuðir, en í þeirri neðri stendur dagar. En hvernig virkar þetta? Eins og ofta áður best að taka dæmi og sýna hvernig við setjum inn í þessa reglu. Og snúum okkur beint að því. Hér spurt hversu háir vextir fást ef 500.000 krónur eru lagðar inn á bankareikning sem með 12% vöxtum, upphæðin, vextirnir og dagafjöldin sem ég ætla að geyma inn í. Jú, reglan var þessi hér. Ég fæ vextina beint ef ég tek innistæðuna sem þá 500.000, sinnum vaxtaprósentan sem 12%, skráð sem tögabrot það 0,12, og það sinnum 72 dagar af 360. Einfalt að slá þetta inn og fá að vextirnir sem ég fæ þá fyrir 72 daga eru 12.000 krónur. Annað dæmi, og aftur þá bara til þess að leggja áherslu á að það skiptir máli að lesa dæmið vel, að tóka það spurtum. Taka mjög svipað dæmi með ykkur, nema nú spurt hversu há verður upphæðin. Áðan var spurt hver mikla vexti fæ ég, nú spurt hver há verður upphæðin. En auðvitað get ég stuðst við sömu reglu.
sömu reglu. Innistæðan er sem sagt 500.000, vaxtaprósenta 0,12 og nú er ég mánaðafjölda, þess vegna tek ég hérna 4 af 12 og sé að vextinni sem ég fæ þá 20.000 krónur. En það var ekki verið að spyrja um vextina, það var verið að spyrja um innistæðina. En ef ég legg inn 500.000 og fæ 20.000 í vexti, þá er auðvelt að segja sér að innistæðan verður þá 520.000. Þannig að þetta myndband verður ekki lengra, frekar stutt. Þetta er náttúrulega reglan sem við þurfum að æfa ykkur í að nota. Og gangi ykkur vel með það í heftinu. Takk fyrir mig.